Komið í sæl, ég vil byrja því að þakka fyrir að fá tækifæri til þess að vera hérna með ykkur í dag og ræða þetta viðfangsefni sérstaklega. Það er segja beitingu nauðungar gagnvart fötluðu fólki sem málefni sem er mér sérstaklega hugleikið og ég tel að þurfi að gera bragar bót á þó að vissulega hafi talsvert verið gert. Ég ætla í dag að hlutverk mitt hérna er að fjalla beitingu nauðungar gagnvart fötluðu fólki eða kannski frekar takmarkanir á beitingu nauðungar gagnvart fötluðu fólki. Og ég ætla að byrja á því að fjalla svona almennt löggjöfina, persónufrelsi og sjálfræði og fjalla síðan nauðungina og þau skilyrði sem eru fyrir beitingu hennar gagnvart fötluðu fólki. Og það má kannski svona varpa því fram hér í byrjun eða velta því upp hérna í byrjun af hverju eru við sérstaklega að fjalla nauðung gagnvart fötluðu fólki. Ég meina aftur ekki bara almennt nauðung, hvað er það? Og auðvitað er svarið það að fatlað fólk og sérstaklega þá fatlað fólk sem býr við tiltekna skerðingar eða sjúkdóma mun líklegra en annað fólk til að verða fyrir ýmiss konar nauðung og ýmiss konar þvingunum. Og þess vegna er mikilvægt að það sé sérstaklega tekið á því, bæði í löggjöf og í umfjöllun. Þegar kemur að ákveðum eða löggjöf persónufrelsi almennt, persónufrelsi náttúrulega eru þau réttindi eða mannréttindi sem almennt talin eitt af mikilvægustu réttindi manneskjunnar hefur komið fram hér áður í dag og það má rekja slík réttindi í okkar stjórnarskrá alveg til 1874 og þau verið allt annars eðlis þá en það er semst alveg frá upphafi okkar stjórnarskrár. Og eins og kemur fram hér í þessari glæru sem er þarna uppi núna að þá er það meginregla í 67. grein stjórnarskrárinnar að engan megi svipta frelsi nema heimild sé fyrir því í lögum. En frelsissviptingin er einmitt alvarlegasta tegund nauðungar eða sviptingar eða minnst kosti ein alvarlegasta tegund nauðungar. Og það eru ýmis skilyrði sem eru fyrir því að til dæmis að þá á hver sá sem er sviptur frelsi tafarlaust að fá að vita ástæður þess og það á alltaf að vera heimilt til að vera frelsissviptingu fyrir dómara. Það er annað ákvæði í stjórnarskránni sem snertir þetta sama og það er 71. greinin sem fjallar friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Þetta ákvæði er líka afar mikilvægt því að í þessum rétti felst meðal annars réttur fólks til að ákveða hvort það þiggur eða hafnar meðferð, læknismeðferð, það getur þá verið alls konar meðferð, lyfjameðferð eða annað og þá má kannski vekja í sambandi athygli á því að það er nýlega útkomin skýrsla frá umboðsmanni Alþingis, svona heimsóknarskýrsla á tiltekna deildir á Landspítalanum þar sem fjallað er einmitt svona þvingaða lyfjagjöf sem er svona eitt af þeim atriðum sem er mjög lítið fjallað í okkar löggjöf og réttarstaðan er mjög óljós. Og þvinguð lyfjagjöf eru auðvitað svona með alvarlegri inngripum í líf fólks. Almennt má segja það að því meiri sem inngripin eru inn í líf fólks ef einhver að gera fela í sér inngrip að því meiri sem inngripin eru að í stjórnarskrá varin réttindi borgaranna því skýrari heimild þarf að vera í lögunum. En það er ekki bara stjórnarskráin, það er líka mannréttindasáttmáli Evrópu sem að við erum aðilar að og hefur verið lögfestu hér á landi sem fjallar þetta og það er í 5. greininni og kannski má nefna það hér í byrjun að orðalagið í svona gömlum sáttmála er oft svolítið svona gammaldags eins og þið kannski sjáið þarna
og gammaldags svona, já, orðalag og hugsun. Og þarna segir að allir menn eigi rétt til frelsis og mannhelgi og það megi enga sviptafrelsi nema í einhverjum svona tilteknum tilvikum og það og þá samkvæmt lögum og fyrst auðvitað svona bara þetta sem allir þekkja handtöku eða fangelsisvistun eitthvað slíkt vegna afbrota en síðan kemur lögleg gæsla manns til að koma í veg fyrir smitandi sjúkdómi breiðist út eða mann sem andlega vanheill, áfengissjúklingur, eiturlyfjasjúklingur eða umrenningur og þá maður sjá þetta umrenningur sem er svolítið svona endurspeglaði þetta síðan rétt miðja síðustu en við túlkun á þessu ákvæði í mannréttindasáttmálanum að þá hefur Mannréttindadómstóllinn svona mótað nokkur viðmið það hvernig má grípa inn í þetta frelsi fólks, það er að segja persónufrelsið almennt, frelsið og mannhelgina. Og eins og áður segir, þá verður þetta byggja skýrri lagaheimild, það verður að vera í lögum nokkuð nákvæmlega og líka málsmeðferðin og það verður að vera einhver úrræði til að bera slíkar ákvarðanir undir sjálfstæða dómstóla og síðan hefur Mannréttindadómstóllinn mótað svona 3 skilyrði sem þarf að uppfylla svo svipta megi fólk frelsi á grundvelli sem kallað andleg vanheilindi og það svo sem ekki mjög nákvæmlega skilgreint hvað felst í því og í fyrsta lagi þá þarf að vera hafið yfir allan vafa að einstaklingur sé það sem kallað andlega vanheill og þá þarf að liggja fyrir hlutlaust læknisfræðilegt mat á geðheilbrigði viðkomandi sem svo lagt fyrir dómstóla eða önnur yfirvöld þar sem það var við og sem að takast á síðan þessa ákvörðun. Auðvitað getur þarna getur verið mörg áleitamál sem getur komið þarna inn í. En það er ekki nóg það sem metið af einhverju sem er talinni til þess bæri læknir að þetta andlega ástand einstaklingsins þarf að vera þannig að þvinguð frelsisskerðing teljist nauðsynleg og í þriðja lagi þá má frelsisskerðingin aðeins vara meðan einstaklingurinn í þessu tiltekna ástandi sem kallar á þessa frelsisskerðingu. Og að lokum sem er kannski grundvallaratriði að frelsissvipting á eingöngu að koma til álita þegar að þykir algjörlega ljóst að vægari úrræði muni ekki skila til ætluðum árangri. Það er að segja að það þarf að gæta meðalhófs. Og hvað felst svo í persónufrelsinu almennt? Og það er svo sem búið að fara aðeins yfir það hér og hefur Halldór nefndi það nú líka og Eyjavögn gerði það líka. En það er þessi almennt bara rétturinn til þess að ráða lífi sínu sjálfur án afskipta annarkvort ríkisvaldsins eða annarra. Og það er meðal annars rétturinn til þess að vera ekki beittur neinum þvingunum eða nauðung í sínu daglega lífi. Og þá má það nefna það hérna að það er að svipta fólk frelsi án bara mjög skýrra lagaheimilda og eftir réttum málsmeðferðum er brot á almennum hegningarlögum og vert að hafa það alltaf í huga. Ég nefnir svo bara hérna aðeins eins og bara lögræði, bara svona réttlis að nefna það sem skiptist í tvennt, sjálfræðið og fjárræðið og það er fjallað þetta í lögræðislögunum. En við erum að tala hér skerðingu á persónufrelsi til verndar fötluðu fólki. Og þá má segja að þessi, eins og kannski framhefur komið á það er þessi tvenns konar sjónarmið sem að togast á og þegar verður að taka ákvörðun það hvort það eigi að heimila þessi inngrip að þá er það annars vegar þessi réttur til persónufrelsis einstaklingsins og hins vegar rétturinn til þess að njóta verndar þegar að aðstæður verða þannig að einstaklingun getur af einhverjum ástæðum og ekki tekið ákvörðu sjálf eða sjálfur það getur verið vegna æsku, það er náttúrulega alveg klárt að pínu lítið barn eða eitthvað slíkt, það getur verið vegna elli þegar fólk eru mjög gamalt og kannski komið með heila bilun eða eitthvað slíkt. Sjúkdómar er eitthvað sambærilegt sem að gerir það verkum að viðkomandi getur til dæmis verið hættulegur einhvern sér eða öðrum.
En það alltaf grundvallaratriði að þegar að verið að beita slíkum inngripum eins og það að skerða þessi réttindi, að það sé gert með virðingu fyrir mannhelgi og reisn viðkomandi einstaklings. Og við getum, og það ofta ágætt, og mér finnst það kannski ofta ágætt að þegar maður að hugsa hvað eðlilegt þegar við verum að meta þetta, ef við höfum ekki einhver skýr fyrirmæli það til dæmis einhverju lögum eða leiðbeiningum, þá oft gott að setja bara sjálfa sig og sína í umhverfið, að hugsa hvað flest okkar þekki einhverja til dæmis sem að ömmur, pabbi eða mömmur eða einhverja sem að hafa fengið heilabilunarsjúkdóma eða Alzheimer eða eitthvað slíkt, þar sem að fólk þá er það algjörlega á öðrum endanum, þar sem fólk á kannski lokast í sjúkdóms algjörlega loka, það ekkert að ná til þess á einn en einn hátt, það ekkert að ná fram vilja, en þá kemur einhver reynsla til sögunar, við þá þekkjum viðkomandi af langri reynslu, vitum hvað viðkomandi myndi helst vilja og svo framvegis, en það ekki gefið endilega að aðstandendur séu, eða já, það oftast aðstandendur, að hafi metið það rétt. En þar koma verndarsjónarmiðin inn í, og þar kemur þá til dæmis ríkisvaldið inn í og með á hjúkrunarheimilum og ýmiss konar þjónustu, þar sem að einstaklingurinn sjálfur hefur kannski enga afkomu og getur það einfaldlega ekki. Það svona alveg öðru megin, það svona tilfelli þar sem að við sjáum það mjög ljóslega, og það kannski ekkert vandamál, eða lítið vandamál, skulum segja, í stóra samhenginu. En vandinn liggur þegar við færum okkur einhvers stað svona nær miðjunni, öll þessi marka tilvik sem að við að eiga. Nú í íslenskum rétti að fara svona yfir nokkur bara svona hugtök sem að það náttúrulega stutt skaðast aðeins hjá okkur, eins og hjá okkur Haldari, að það meginreglan hjá okkur að allt fólk geti átt rétt og borið skyldur samkvæmt lögum. Það þarf eitthvað sérstakt að koma til ef við getum það ekki. Og þá þessi hugtök eins og sem eru gegnum gangandi eins og rétthæfi sem þá hæfið sjálf til að eiga eitthvað rétt sem tryggður samkvæmt lögum og bera skyldur. Og gerhæfi er svo hins vegar hæfið fólk til þess að ráða sér og réttindi sín sjálft og gera það þá í samræmi við lög. Oft talað þessi persónulegu réttindi eins og gerhæfi réttindi sem mannhelgi, sem svona hugtak sem gengur mjög mikið í gegn í mannréttindasáttmálum og löggjöf. Og það mikilvægt að taka það fram hérna að engin manneskja getur afsalað sér mannhelgi sinni þannig að það sé gilt. Og ég nefni þetta hér vegna þess að það og hefur verið í gegnum tíðina talsvert algengt að fatlað fólk sem býr annaðhvort áður í sambýlum eða í búsettukjörnum, að það hefur gert alls konar samninga af misjafnlega fúsum og frjálsum vilja og margs konar atriði varðandi þar sem það helst á að skerða sín sjálfsákvörðunarrétt eða skerða sitt hvað ég var að segja, bara gerhæfi. Og slíkir samningar hafa ekkert gildi. Þeir hafa ekkert gildi nema það sem ef einstaklingurinn síðar bara mótmælir við eitthvað þátt innihaldi samningsins, þá hefur hann ekkert gildi ef hann skerðing á þessari mannhelgi. Nú halda fór líka þessi 12. greinina og samningsins réttindi fatlaðs fólks. Og ég ætla kannski ekki að gera það þá að öðru leyti en því, enda svo sem ekki tími til þess, en aðeins hérna í fjórðu málsgreinina sem að fjallar þær ráðstafanir sem að aðildarríkin eiga að gera til þess að tryggja að fólk geti nýtt sér þetta gerhæfi. Og þær að meðalans eiga að fela í sér viðeigandi og árangursríkar verndarráðstafanir til að koma í veg fyrir misnotkun í samræmi við alþjóðleg mannréttindalög. Og þessar verndarráðstafanir, og það þetta sem við höfum verið svolítið að tala núna, sem á þessar vogaskálar, að þær eiga á að tryggja að með ráðstöfunum sem varða nýtingu þá gerhæfisins
að þá séu réttindin og vilji og séróskir viðkomandi einstaklingsins virt og það leiði ekki til hagsmunaárekstra þessar ráðstafanir eða hafi ótilhlýðileg áhrif og séu sniðnar að aðstæðum viðkomandi einstaklings og svo framvegis. Ég held að ég hoppi þá bara beint yfir í lögum réttindagæslu fatlaðs fólks. Það er kannski að rétt að nefna það bara hérna í upphafi að það í 1. grein laganna að þá fjallað markmið laganna og sem og það skiptir málið skiptir máli alltaf við skoðun laga að hafa í huga markmið þó það sé kannski ekki ofsalega mikið lagt upp úr því í okkar rétti almennt. En samt sem áður, markmið ekki að geta beitt fatlað fólk nauðung. Þvert á móti, þá markmið laganna að tryggja fötluðu fólki viðeigandi stuðning við gæsluréttinda sinna og að tryggja að sjálfsákvörðunarréttur þess sé virtur og fyllsta réttaröryggis sé gætt þegar þarf að grípa inn í á einhvern hátt. Nú svo þessar helstu efnisreglur laganna, hvað varðar nauðung, að það er skilyrðislaust að bara bann við því að beita fatlað fólk nauðung og það er bann við fjarvöldun. Og það er öll beiting nauðungar í samskipti við fatlað fólk bönnuð nema þá að það hefur verið veitt þessi sérstaka undanþága sem í lögunum. Það ákveðnar undanþágur í 2 ákvæðum laganna. Annars vegar, kannski nefna fyrst að ákvæðin taka til allra þeirra sem veita fötluðu fólki þjónustu á heimilu og í daglegu lífi og það er mikilvægt að við sjáum að neðstu málsgreinina að sem kannski ekki hefur alltaf verið fylgt nægilega vel eftir að þjónustuaðilum þeim er skylt að fræða þá sem vinna með fötluðu fólki hvað sé nauðung og til hvaða aðgerða megi grípa til þess að koma í veg fyrir að beita fyrir nauðung. Því það er nefnilega mjög mikilvægt atriði að það sé gerðar ráðstafanir til og unnið það eru mörg úrræði til sem og mjög oft hægt að koma í veg fyrir að nauðung sé beitt þegar kannski bara fljótlegasta aðferðin að beita nauðung. En skilyrðin eru að það er heimilt að veita undanþágu frá banninu beitingu nauðungar og það er þá ef að tilgangurinn eins og hérna stendur að koma í veg fyrir að fatlaður einstaklingur valdi sjálfum sér eða öðrum líkamstjóni eða stórfelldu eignatjóni, ekki smávægilegu eignatjóni, stórfelldu eignatjóni eða þá fyrirbyggjandi aðgerðir til að koma í veg fyrir slíkar aðstæður. Og í öðru lagi þá er heimilt að beita nauðung til að uppfylla grunnþarfir einstaklingsins eins og varðandi mat eða heilbrigði eða hreinlæti eins og stendur hérna í lögunum til að draga úr hömluleysi sem að fötlun kann að leiða. Víst með þetta orðalega svolítið einkennilegt vegna þess að kannski skulum segja það sé eitthvað hömluleysi sem fylgir mögulega einhverjum skulum segja bara sjúkdómi eða eitthvað slíkt. Að það fylgir ekki fötluninni heldur myndi það fylgja sjúkdómnum. Svona hugtakanótkunn sem aðeins að halda til haga. Og ferlið er það þannig að sá sem ber ábyrgð á þjónustum, það segir þjónustu aðilinn, snýr sér þá til nefndar undanþágu nefndar frá banni við beitingu nauðungar og óskar eftir eða fer fyrst í sérfræðiteymisins fyrir gefið, ég er nú aðeins farin að rugla því ég tala svo rætt fer fyrst til sérfræðiteymisins og fær það ráðgjöf og umsögn, getur síðan sótt undanþágu og nauðungi sjálf er þá athöfn sem skerðir þegar við erum að hugsa hvað er það þá, hvað er nauðungi sem skerðir þá sjálfsákvörðunarréttinn einstaklingsins sem fer þá fram gegn vilja viðkomandi og eða þrengir á einhvern hátt að sjálfsákvörðunarréttinum að það verði að telja það nauðung jafnvel þótt hann hreyfir ekki mótmælum og það er mikilvægt að hafa það í huga að það skiptir ekki máli þó að viðkomandi einstaklingur sem er kannski mjög viðkvæmri stöðu og erfitt með að tjá vilja sinn
að það er sem sagt, það er jafn mikið nauðung þá að viðkomandi mótmæli ekki. Ef að viðkomandi í þannig stöðu að það kannski ekki líklegt að geta mótmælt, þá það samt sem áður nauðung þó að það sé ekki neinn andmæli við því. Og hérna eru svona talin upp svona nokkur atriði, eða þau atriði sem aðalega teljast til nauðungar. Ég verð að vekja athygli á því eða nefna það að það er eitt svona stór galli á lögunum að það er svona viðvarandi og veruleg frelsisskerðing fólks. Það er tekið fram í lögum, það er þessi stjórnsýslunefnd sem að fjallar þessar undanþágubeiðnir. Síðan það þannig að ef að í beiðninni felst eitthvað svona áætlun viðvarandi frelsisskerðingu, til dæmis að læsa húsnæði eða eitthvað slíkt, að þá á nefndin að vísa þeim hluta beiðnina til dómstóla. Dómstólar hafa eða héraðsdómur Reykjavíkur hefur hins vegar að endursenda þetta tilbaka og bara ekki vilja taka þetta. Þannig að þarna er ákveðið gat, þannig að það má gera ráð fyrir að fólk sé beitt nauðung hérna, alvarlegustu tegundu nauðungar, án þess að sé nokkur úrræði til þess að eiga við það á einn eða annan hátt. En ég greinilega tíma, ég var búin að æfa þetta samt heima, þetta náði svo 20 mínútur, en ég gerði það greinilega ekki, en ég sló hérna bara aðeins upp hvað má rauninni að það á nú að vera ekki gera þetta, það má ekki skerða ferðafrelsi viðvarandi, svona að hafa bara í huga, og það þarf mikið að koma til að megi beita líkamlegu valdi. Og svo ég þólum ekki að brjóta lengur gegn tíma mörg